Já, hamfarir sagan af nokkrum af verstu atburðum sem að dunið hafa yfir jörðina til þessa, til dæmis atburðin sem leiddi til þess að risaeðlurnar dóu út, sagan af því þegar jörðin varð aljökluð í þrígang, en líka sagan af því hvernig tunglið okkar fæddist eftir risaárekstur og það einmitt þeim árekstri að þakka að við höldum jól. Sem sagt, við áreksturinn sem myndaði tunglið þá byrjaði jörðin að halla og hallinn á jörðinni veldur því við fáum vetur, sumar, vor og haust. Ok, hvernig vitum við þetta gerist? Það kannski fyrst og fremst vegna þess að allir steinar tala, þeir segja einhverja sögu og hér ég með lítinn stein sem kom alla leið frá tunglinu. Og í þessum steini eru ekki bara faldar geislavirkar klukkur sem segja okkur hvenær atburðirnir urðu, heldur líka hvað gerist. Þannig að þessi hérna steinn varðveitir sögu sem hreint ótrúleg. Að jörðin hafa orðið fyrir árekstri, skömmu eftir hún fæddist, sem gjörsamlega afmyndaði hana, en leiddi náttúrulega endanum til okkar. Og í raun og veru þetta sagan okkar sem lýst í þessari bók þar á leiðandi. Það Elías Rúni, listamaður sem teiknar myndirnar í bókinni og þær eru frábærar. Vísindabók ekki frábær vísindabók nema hún skarti fallegum og skemmtilegum myndum og þessi gerir það svo sannarlega. Þannig að þetta svolítið hugsað fyrir krakka sem eru forvitnir, hugsið í heimalesturinn, en líka til þess að lesa upphátt fyrir mömmu og pappa vegna þess að viðbrögðin sem ég fæ alltaf þegar ég heyri í foreldrum sem hafa heyrt barnið sitt lesa bókina vá hvað ég lærði mikið. Og þannig vil ég hafa það. Forlagið.